Við förum í 3. dagskrárlið og leggjum frá fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá því 8. mars og 28. mars. Við leggjum frá fundargerð mannréttindaráðs frá því 12. mars, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá því 11. mars, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá því 20. mars, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá því 20. mars, fundargerð velferðarráðs frá því 21. mars. Enginn hefur kvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi nema bókun vegna 1. dagskrárlið og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi kynnir hana. Já, forseti, góða borgarfulltrúar. Hér er fersk bókun máli sem var rætt áðan. Hún hljóðar svo: Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að borgarstjórn hefði átt að samþykkja fyrirliggjandi tillögu aukið lóðaframboð vegna þjónustuíbúða fyrir eldri borgara í Reykjavík í stað þess að vísa henni til skoðunar í borgarkerfinu, enda allsendis óvíst hvenær þeirri skoðun lýkur. Þeir samþykkja hins vegar málsmeðferðartillöguna í trausti þess að unnið verði að málinu án tafar og niðurstaða fáist fljótlega sem leiðir til jákvæðrar niðurstöðu í þágu húsnæðismála eldri borgara í Reykjavík. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að lesa upp bókun í 1. dagskrárlið. Forseta langar til að endurtaka undir 14. lið varðandi fundargerð borgarráðs frá 21. mars. Má ég endurtaka þá kosningu, þeir sem samþykkja vilja 14. lið? Já. 14. lið, tillögu borgarstjóra um breytingu A-hluta fjárfestingaráætlunar. Hún minni mig að 9 hefði samþykkt með 9 atkvæðum. Er það rétt? Flott. Þá liggur ekki fleira að þessum fundi og segi honum slitið. Og 5 á móti, já, flott. Þá bara segi ég að þessum fundi sé slitið klukkan 14:47. Takk fyrir og góða.